Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi í Dimmluviku. Við ætlum að ræða svona mál síðustu mánaða sem eru öryggismál í Evrópu. Það stríð í Evrópu og hefur ekki verið lengi. Til þess að hjálpa okkur að skilja hlutina í kvöld hingað kominn Valur Ingimundarson, prófessor í sagnfræði og svolítið sérfræðingur í öryggismálum, það verður að segjast. Og ég ætla að reyna að fá Val til þess að fara með okkur aðeins yfir sviðið og söguna til þess að hjálpa okkur að skilja baksöguna og kannski á hverju staðan er sú sem hún er í dag og hvert hún getur þróast síðan í framhaldinu. Og fara kannski aftur til kalda stríðsins þegar átökin voru milli Vesturveldana og Sovétríkjanna. Og á þeim tíma, Valur, þrátt fyrir öll þau átök, þar sem að væri hugmyndafræðilegur ágreiningur og átök sem að náðu djúpt inn í löndin, í pólitíska baráttu landana, að þá var ekkert stríð í Evrópu. Hvers vegna var það? Nei, það var einn sagnfræðingur sem kallaði þetta tímabil hinn langa frið. Já. Og eina ástæðan var svo að það svara ekki kostnaði, að stórveldin færi í stríð hvort annað og náttúrulega kjarnorkuvopn skipti mjög miklu máli. En auðvitað voru háð stríð í kalda stríðinu. Það voru staðgenglarstríð í Víetnam og Afganistan og fleiri löndum. Kóreu, Afríku og víða. Já, Afríku. Svo að það gefur nú kannski ekki rétt að mynda tímabilinu. En þetta er sem sagt, þetta gekk út á svona sem kallað var ógnarjafnvægið, þessi hugmynd það svara ekki kostnaði með að beita út á kjarnorkuvopnum, að fara í stríð. Og líka þá, ég raun og veru segja, þegar við tala svona kalda stríð, þetta aldrei, þegar maður er að líta á þetta sem eitt tímabil, svona heilt yfir, þá var það kannski aldrei villandi. Vegna þess að þetta var náttúrulega mjög mikil hugmyndafræðileg barátta á 7. áratugnum og menn töluðust eiginlega ekkert við, voru lítið. Og síðan aftur á móti eftir Kúbudelina, þá komið einhverjum böndum á þetta. Þetta er alltaf mikil áhætta, það er að geta komið þannig til kjarnorkustríðs. Svo að þá tókum við þetta slökunartímabil og þá voru gerðir ýmsir samningar, afvopnunarsamningar á þessum tímum. Þá voru gerðir samningar og líka komið veg fyrir útbreiðslu kjarnorkuvopna sem bæði Bandaríkjamenn og Sovétmenn og fleiri stóðu að. Þá voru öflugar friðarhreyfingar. Við höfum svolítið verið að ræða það undanfarið. Hvað verður þær? Þær ekki sjáanlegar í dag. Nei. En þá voru þær mjög öflugar svona í kringum 1980 og fram eftir. Já, svo eftir það, já. Það eru líka, svo ég held áfram aðeins með samningana, þá voru náttúrulega líka gerðir samningar milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna beint. Að draga úr, svona koma böndum líka á bara fjölda kjarnorkuflauga, langdrægaflauga og líka gagneldflaugakerfi, þessi ABM-samningur og þetta er allt svona alveg bara grundvallar samningar. Og síðan, þú veist, tala um 7. áratuginn, 9. áratuginn, eftir 80, þá var náttúrulega heilmikla deilur meðaldragar eldflaugar í Evrópu sem enduðu síðan með þessum samningi, þessum ENF-samningi sem gekk út á það bara öllum meðaldrægum og skammdrægum flugum eitt. Svo að það var komið á þessu tímabili, þessu slökunartímabili og líka svo reyndar eftir að Reagan komst á kjörinn 1980 þá var stundu suminn sem nefnaði þetta annað kalda stríðið sem tók við í 5 ár og síðan náðu menn saman aftur. Hann gaf í vopnakapphlaupið sem að sagt er að Sovétmenn hafi ekki kannski haft burði til þess að fylgja og hann hafi neytt á til samninga. Það er ein teórían. Reaganista skýring. Já, það má eiginlega orða það þannig. Og svo aftur þetta gerist líka eitt að olíuverð snarlækkaði líka sem vikti og efnahagslega. Svo verður þeir skipta sér volið mikið af Afríku á þessum tíma sem kostaði líka og svona client state svona sem voru með Sovétmenn sem þurftu að sinna Jemen og Norður Kórea og alls kyns sem voru að styrkja beinum hætti sem vikti og efnahagslega. Svo að en það sem ég vildi leggja áherslu á er akkurat þetta að það var komið svona ákveðnu kerfi, svona afvopnunarkerfi, þú veist, svona samningar sem voru gerðir á þessu tímabili sem skipti mjög miklu máli og síðan bara eftir að kalda stríðinu lýkur að þá var þessi startsamningu gerðu líka fækka langdrægumflugum sem síðan er endurnýjað 2010 og svo aftur núna 2020 til 5 ára. Svo það er svona, og þetta er allt byggt á þessum kaldastríðssamningum. Arfleif kaldastríðs. Já, í raun og veru, það er það. Svo að, en það er samt aldrei áhugavert í raun og veru hvað mikil áhersla við lögðu það í lok kaldastríðsins á þessa afvopnunarsamninga og svoleiðis.
hvað bara eftir að þess katastrofinu lauk, þá bara minnst enginn á kjarnorkuvopn. Það var eina sem var eitthvað svona vandamál í sambandi við kjarnorkuvopn á þeim tíma, svona alveg bara fram á þennan dag, var eiginlega Norður-Kórea, sko. Það var svona alveg sér, sko. Þeir voru að koma Íran, ja, þeir voru að koma sér upp prógrami, en sem þetta voru ekki konið með það, þú veist. Þetta var svona, en í ljósi þess hvað þetta skipti miklu máli í samskiptum Bandaríkjanna og Rússlands og náttúrulega svo eru Kínverjar líka, þó að þeir séu náttúrulega miklu færri kjarnorkuvopn, að þá er það mjög áhugavert svona eftir að katastrofinu lauk hvað þetta bara fór svona hvartáldur umræðinni. Þannig að kalda stríðið hélt mönnum við efnið að þeir yrðu að viðhalda friðinn, svo þegar Sovétríki falla, að þá bara hverfur þetta markmið í alþjóða samskiptum. Dálítið mikið og það verður náttúrulega sem eftir að katastrofinu lýkur að þá náttúrulega eru Rússland mjög veikt og líka þetta verður bara einpóla heimur, þar sem Bandaríkjamenn fara með forræði algjörlega í 10 ár. Frá 89, 91 til 2000 fram að Putin árum. Já. En má ekki tegja þann tíma í landi fram til 2014? Hvað myndur þú finna að fara langt með þennan einpóla heimurinn að vera til 2014? Nei, ég myndi ekki segja svo. 2008? Bara út af Írakstríði vikti Bandaríkin svo mikið og þeir fóru að leggja áherslu á allt aðra þætti á Afganistan, Írak, svona Miðausturlönd og svoleiðis, en ég myndi ekki einpóla, það var byrjað að draga úr því strax svona miðbik fyrsta áratugar þessar aldar. Með innrásin í Írak 2003? Já, ég myndi segja það. Ok, en sá tími sem þarna frá falli Sovétríkjanna, sem 89-91, fram að Íraksstríðum 2003, þá voru afvopnunarmál ekki á dagskrá. Lítið svo á að við séum bara sloppið fyrir horn, þess að komið friður í Evrópu. En þetta er þetta tími þar sem að kom hérna líka fram, ég meina herinn fór 2006, þú veist, og smeltur svona, þetta er bara, það voru, hættutum voru annar staðar, litið á þannig. En nú höfum við aðstöð til þess að horfa á þennan tíma hérðan frá. Er eitthvað á þessum tíma sem að menn hefðu átt að gera öðruvísi? Hérna við þetta rauðaborð hefur verið nefnt til dæmis að það hefði ekki átt að láta Rússland hrynja svona niður efnahagslega. Það hefði átt að veita þeim öfluga marsjalaðstoð til þess að viðhalda stofnunum samfélagsins til þess að yrði ekki svona mikil svona félagslegt álag á samfélaginu. Það má færa rök fyrir þessu og voru margir sem gerðu það á þessum tíma. Mótrök, allavega Bush-stjórnarinn voru þau að þetta væri ekkert kapítalist samfélag, sko. Það var þessar stofnanir, það ert að byggja þær upp frá grunni og það myndi ekki svara, eða það myndi ekki ná neinum árangri, þú veist, eitthvað svoleiðis, en Það var Bush eldri eða hvað, 88 til 92? Já. Og svo eftir að Clinton tekur við, að þó hann á ágætið sambandi við Jeltsin og svoleiðis, sko, að þessi leið var ekki valin að styrkja með beinum hætti, en náttúrulega þetta voru ekki Rússland sem fór illa eftir þessi skipti, þú veist, valdaskiptin eftir 89, ég man eftir því bara á fyrstu árunum eftir að valdaskiptin verið í Austur-Evrópu, ég meina Pólland, það var talað um miðaldakapítalisma, þú veist, í Póllandi, fyrstu árinu og eftir, þetta var allt í, þú veist, svo að, nei, þetta og þegar þú talar um miðaldakapítalisma, þá ertu að tala kapitalisma, þar sem að þeir sem eru með peningana ráða öllu og almenningur eru engar varnir á móti auðnum. Já, en þetta er alltaf góða punktu vegna þess að þegar ég fór til Rússlands, var það fyrir svona 10 árum, að þá var maður að tala við fólk og þá alltaf þegar það litið á þetta tímabil, þetta Jeltsin tímabil, þá var akkurat litið á það þannig. Þetta var það tímabil sem engin gildi lengur, það bara nefnir peningar. Þú veist, eina leiðin til að komast áfram í samfélaginu var ekkert eigi verðgildi eða neitt, sko. Heldur bara peningar, það getur svona að komast áfram. Svo þess vegna er þetta litið á þetta tímabil sem miklu náttúrulega niðurlægingarskeið. Og niðurbrotstímabil, það sem var brotið niður traust í samfélaginu og raunverulega traust á milli fólks. Já, algjörlega. Það var fólk sem lýsti þessu fyrir mér í Leningrad sem sagði það að það var einhver svona samfélag til í Sovjetunum, þótt það hafi ekki verið gott. En eftir það að hrundi að þá höfum við þurft að vera í samkeppni hvort við annað til þess að fá vinnu, til að fá húsnæði og við erum að klóra augun úr nágrönnum okkar. Þau lýstu þessu ástandi sem við heyrist þú að lýsa. Það er þetta svona algjörlega félagslega hrun sem að verður þarna. En Vesturlönd og Bandaríkin sem eru leiðtogar Vesturlanda, að þau litu svo á að þetta væri ekki vandamál.
Það þyrfti sem sagt, þau þurfti sjálf einhvern veginn að koma sér út úr, þú veist, að byggja upp þessar stofnanir og síðan væri hægt að styðja þeim með einhverjum hætti, sko. En þetta var umdelt, ég man eftir því, þessi leið að hafa ekki, og svo var það bara, það voru margir á þessu tímabili, er þetta ekki bara ágætt? Þú veist, Rússland hafði við veika, þessi samanburður við Holland var mjög, á þeim tíma, var mjög algengur, nú bara efnahagslífið á stærð við efnahagslífið Hollands, ég meina þetta verður, við erum bara að venja okkur við það að Rússland verði ekkert aftur, þetta stórveldi, þú veist, það verður bara eins og venjulegt ríki og það er ekki ógn af því? Nei. Það hefur ekki burði til þess að byggja sér upp svona stöðu í sínum heimshluta? Nei, en síðan var það líka á þeim tíma eins og svona menn eins og Jack Matlock sem var sendiherra Bandaríkjanna í Sovétríkjunum, að hann sem sagt, það var alltaf gengið út frá, það var alltaf gleymið stundum í þessu öllu saman, er það að Bandaríkjamenn vildu halda Sovétríkjunum saman. Þú veist, fyrir utan kannski Eystrasaltsríkin, þú veist, þeir töluðu að þeir náttúrulega viðurkenndu aldrei í sjálfu sér yfirráð, þú veist, innlimun Eystrasaltsríkin í Sovétríkin. En ég meina, Bush eldri, hann vildi að Sovétríkin bara út til að viðhalda stöðuleika. Það var upprunalega hugmyndin. Og síðan aftur á myndi bara eftir og það eru Jeltsin og forsetar Úkraína og forsetar Úkraína og sem bara ákveða þetta og þá bara, já, þetta er veruleikinn og svo að gleymist stundum. Og meinar þá að Bandaríkjamenn hafi mist svona sína eðlilega viðmælenda sem hefði verið stórveldismaðurinn og sátu uppi bara með einhverja smáríkiskall. Það svona dálítið og líka svo náttúrulega óttuðist þegar það voru kjarnorkuvopn. Þú veist, í Hvíta-Rússlandi, Úkraínu og þú veist svo að, það var einmitt þannig að þeir tóku þessa línu fyrst. Síðan aftur á móti komið þessi hugmynd að Evrópa, þetta einmitt að koma sameiginlegu öryggisvæði og það Rússar einhvern veginn integreraðir inn í það. Það var svona hugmyndin og hann, eins og þetta Matlock, það var það sem átt að gera og vildi og hann var til dæmis mjög á móti stækkun NATO. Taldi að það væri sem sagt rangt að gera þetta og að fara þá leið og taldi að það verið mjög mikið hann kom fyrir Bandaríkjaþing og sagði sem sagt að það hefði verið mikil strategísk mistök, þú veist, þegar stækkunin hafði hafist þá þegar. Aftur á móti hann svona, ég var að lesa greina með hann bara eftir, rétt áður en Putin réðist inn í Úkraínu. Og þá hann mjög harður og að vísa í þetta og þá reyndar, sko, þá veit hann ekki hvað gerðist, reyndar, þetta svona eins og undan. En svolítið áhugavert að ég las sko líka grein sem hann skrifaði 2014 eftir Krímskaða. Og þá segir hann sko, þetta var ekki alveg, þú veist, jú, Rússar, þú veist, þeir hefðu alveg sitt hvað, þú veist, svona, það var svona ýmislegt sem hefðu rétt fyrir sér. Varðandi, þú veist, þetta drægi úr öryggið þeirra, þú veist, eitthvað NATO, en hann sagði, benti á það, að sem sagt, þetta hefði verið rosaleg pressa frá Austur-Evrópuríkjunum sjálfum meðan Rússarnir voru veikir að fara inn í bandalagi og það var líka dálítið og þeir mannst hvað til því að á Clinton-tímabilinu, þá var alltaf það Partnership for Peace, samstarfi þágu friðar, það átti að vera eitthvað svona ekki beintenging við NATO, eða sko þetta að vera að starfa með NATO og svoleiðis sem gengur ekki. Einhver svona fortjöld. Já, einhver svona. Og í ysta fortjöldinu mætti Rússland vera. Já, sko, já, þeim var, en náttúrulega Rússar voru heldur aldrei til í þetta, sko, að vera farið í NATO, nei, og vildi ekkert farið í NATO, við vorum alltaf á móti NATO, bara eða að byggja upp eitthvað sameiginlegt öryggissvæði þá var bara að byrja upp á nýtt, sko. Það var ekki að nota eitthvað, það hefur alltaf verið mikil bara andúð á NATO í Rússlandi, bara, þú veist, bara sem. Svo að þetta svona dálítið flókin saga, þú veist, og ég man til dæmis þegar ég var að fara ráðstefnu, einmitt kringum 2000 og svoleiðis, og þessum fulltrúar frá Austur-Evrópuríkjum voru líka bara fræðimenn og svona, og þá voru alltaf að gagnrýna Vestur-Evrópuríkin fyrir það, þú veist, akkur hleypi okkur ekki inn í Evrópusambandið, akkur hleypi okkur ekki inn í NATO, þú veist, það voru alltaf mjög svona mikil þungi í þessu, sko, svo ég man sjálfur eftir þessu. Og heldur það hafi verið þannig að þeir hafi að vita það að björninn þannig myndi vakna? Það er undirliggjandi, það er mjög undirliggjandi í þessu, sko, en svo náttúrulega breytist. En náttúrulega er reynsla þeirra sem að búa nálagt stórveldum, það að þú bara óttast það.
því að það ekki vegna þess að þú sett paranoid. Nei, það bara sagan er svo að stórveldið mun slá þig reglulega. Sérstaklega þegar í þessu tilliti sem við erum að fylgjast með núna þessa dagana, það er augljóslega að Rússa lítur svo á að þetta nærumhverfið og svo fyrirverandi Sovétlýðveldi að þetta er áhrifasvæði. Þú veist, þið líta á þetta þannig, þú veist, og það þýðir þess að verða, þú veist, bara einhverja rauða línur, sko, sem getur að fara. En meðan Rússland var veikt, sem að er á einpóla tíma Bandaríkjanna, það er að veikast á, það rýn rúblan 98 og það er bara kemur inn í 20. og 1. öldina algjörlega á hnjánum. Að meðan að það er veikt, að þá líta vesturveldin ekki á Rússland sem óvinn og enga ógn. Og þar af leiðandi eru það ríkin í Austur-Evrópu sem eru að biðja að fá að fara inn án þess að það sé beint plan NATO. Ekki upplöfun, já, upplöfun var ekki plan NATO. Síðan alltaf breytist þetta, þú veist, og þetta, og líka, þetta er líka umdeilt, sko, hvort að Rússar hefði fengið eitthvað loforð, þú veist, þetta sérstaklega eftir sameiningu Þýskalands, en þess að Þjóðverjar lögðu mikla áherslu á þetta, það yrði sameinað, þú veist, og það yrði bara í NATO, þetta var alltaf mikið mál og var gerður sérstakur samningur það, sameiningu Þýskaland, þetta allt, hvernig þessu yrði hagað, og meira þess að ætti ekki að vera NATO-hermenn í austurhluta Þýskalands og annað í þeim túr. Sko, ég hef verið aðeins að kanna þetta, sko, það virðist ekkit verið neitt, sko, það einhverjir embættir sem segja eitthvað, það engir samningar það, sem segja það sem bönnuðu það að NATO myndi stækka. Þannig að þetta er túlkun Rússa á svipbrigðum og tón. Já, og svo alltaf verið að vísa í, sko, það sem svona verður, svona breytist tónninn í samskiptum, sko, Rússlands, annars vegar og vesturveldana, hins vegar þessi ræða sem Pútín heldur þarna á þessu öryggismálaráðstefnu í München 2007. Ég hef nú verið að lesa hana, sko, mér finnst hún ekkert, svona orðfærið ekkert mjög hart, sko, en það er svona augljóslega verið að senda ykkur skilaboð. Þú veist, við lítum svo á að þeir séu að ganga eitthvað gegn okkur og gegn, sem sagt, okkar hagsmunum, okkar öryggi. Þú veist, og hann sem svona reyna að senda slík skilaboð til vesturveldana. Síðan náttúrulega 2008 þessi... Það er ekki hægt að endalaust að það yfir eitthvað svoleið, sko, eitthvað svona, og þú veist, að líta svo á. Síðan náttúrulega þessi krísa í Georgíu 2008. Sem kemur eftir yfirlýsingu NATO að Georgía og Úkraína séu velkomin inn. Það er nú ekki alveg þannig, sko, en þess að Bandaríkjamenn vildu það, algjörlega, voru að berjast fyrir því og fengu sumstaðar stuðning, Bush yngri þá, í lokin á sínu ferli. Já, og sem sagt, en aftur á móti, en Þjóðverjar, Frakkar og fleiri, það kom ekki til greina. Svo það var gerð málamiðlun á þessum Búkarestfundi sem erum vorið 2008, sem er náttúrulega mjög eftir á að hyggja, mjög klaufalega orðuð. Því að það er bara beinlínis, þá er Úkraínu og Georgíu ekki boðið í aðildarviðræður. Það er bara einfaldlega þannig, og það er þannig svo að Frakkar og Þjóðverjar unnu þann slag. En orðalagið á sjálfur í yfirlýsingunni er sagt þessi ríki verða aðilar að NATO og einhvern veginn er svona ótíðanbundið í framtíðinni. Þú veist, og það er greinlega bara til að hafa Bandaríkjamenn og unni skuli nákvæmlega og eitthvað svoleiðis, en þetta var samt í raun og veru, það sem gerist á þessu fundi var að þeim var ekki hleypt inn í þessu umræður og ég man líka sjálf ég var þarna talaði við ýmsa þarna, Frakka og Þjóðverjar, þeir voru algjörlega á móti þessu, sko. Þetta kemur ekki til greina. Af hverju voru þeir á móti þessu? Það vildi ekki styggja Rússa. Brúta því. Svo þetta myndi styggja Rússa og þetta bara til vandræða. Og með allri virðingu fyrir sjálfsákvörðunar þjóða, þá er þeir bara þannig staðsett í heiminum að þetta er ekki boðið fyrir ykkur. Var það afstaða Þjóðverja? Já, þeir bara sögðu þetta myndi, bara voru að hugsa Rússa. En síðan, sko, þetta er alltaf, það er svo mikla mótsagnir í þessu, sko. Það var gerður samningur 2010 síðan, sko, á vettvangi, svona yfirlýsingar, réttar sagt, á vettvangi ÖSE, svona hvernig samskiptareglur ætti að vera milli ríkja í Evrópu. Þarna eiga allir, ég meina líka Bandaríkin og Kanada eiga aðild að ÖSE, þetta er kaldarsýðstæmi, þetta Helsinki, sáttmálinn 75 og þetta byggir svona á þessu slökunar skeiði, þú veist, og eitthvað svona, og þá
þá þetta orðað svona, einhvern veginn, í yfirlýsingunni, að það var litið á alla Evrópu sem eitt öryggisvæði, sem alltaf var ekki, en það samt, sko, það sagt svoleiðis, en það verður að passa það að öryggi eins ríkis hafi ekki áhrif á öryggis annars ríkis, og eitthvað svona, svo það sem að þýðir það að innganga NATO í Úkraínu gæti veikt öryggi Rússlands. Það var ekkert verið, það bara sagt orðað. Þannig túlkuðu þeirra. En svo líka sagt, á sama tíma sagt, að öll ríki mega velja sér öryggisbandalag og gangi það öryggisbandalag sem því sýnist. Svo það alveg líka skýrt. Svo þetta svona togstreita milli svona tveggja póla sem eiginlega ekki það samhæfa. Og það aldrei niðurstaða. Í hvers skipti sem að annar Bandaríkjamenn fá þetta, þá fá Bretar, Frakkar og Þjóðverjar þetta. Þannig að það kannski stangast á. Já, en ég bara hugsa núna á vettvangi ÖSE sem allir eru samankomnir, sko, og þá, en það bara sem þessi yfirlýsing, hún sýnir þetta í hnotskurn, það þetta túlkað á marga vegu, þú veist, ég meina, það bæði þetta túlkað eins og Rússar segja, bara ef þeir séu NATO, stækkun NATO, þetta mitt kód fyrir það, stækkun NATO, þetta minnkar öryggi okkar, en svo þetta vísi í hitt, sem stendur í þessari yfirlýsingu það öll ríki alveg hafa sjálfstæða rétt til að gangi það öryggisbandalag sem þeim sýnist. Þannig að þetta ágreiningur í Evrópu, þetta vandamál í Evrópu, öryggisvandamál í Evrópu, sem að þessum stofnunum, NATO, ÖSE, Evrópusambandinu, bara almennum samskiptum við milli vesturveldana við Rússland, tókst ekki að leysa. Nei, það rétt. Og það ekki sameiginlegur skilningur á því hvað var sagt á hvaða tímapunkti. Þannig að þetta en af hverju það? Þetta litið svo á að þetta sé ekki alvarlegt? Þú vildir skjóta þér aðeins inn í Georgíu, en ég má aðeins halda áfram með þetta. Þessu máli skilið eftir svona óleyst vegna þess að menn töldu að það væri ekki það mikil hætta af Rússlandi? Það held ég. Já, bara meinar sem stafaði Rússlandi. Já, að vesturveldunum, að þau kannski átta sig á því, það þessi ágreiningur og við verðum að leysa hann, við verðum að geta komið hreint fram við Úkraínu, og Bandaríkjamenn vilja fá það inn í NATO, hinir segja bara þvert nei vegna þess að það getur leitt til stríðs í okkar heimsálfu og við viljum það ekki, en menn leysa þetta ekki, það ekki litið á þetta sem áríðandi mál, vegna þess að menn litu á að Rússland væri ekki það mikill óvinur. En þó að það náttúrulega breytist dálítið, þú veist, ég myndi segja að það breytist ekki við 2008, frekar 2014. Já, þá algjörlega. Og 2008 innrásin í Georgíu. Já, og sem eru viðbrögð við Búkarest yfirlýsingunni. En vesturveldin taka samt ekkert sérstaklega alvarlega innrásinni, eða hvað? Inn í Úkraínu? Nei, inn í Georgíu. Nei, það sko það sem gerist þar. Það er Georgía ræðist inn í Suður-Ossetíu og þeir eiga frumkvæða þessu þó að því hefur verið haldið fram að Rússar hefur verið búin að skipulega geta fyrirfram og þeir eru verið að leita eftir, bíða eftir átillu til að geta farið inn. Vegna þess að það voru þarna að Suður-Ossetíu mennirnir voru að svona bóla Georgíumönnum sem byggu þar og svo út úr héraðinu og eitthvað svoleiðis, sko. Svo það var spenna þarna, það var heilmikil spenna þarna, það ekki það. En það sem Georgíumenn mistök þeirra voru að ráðast þarna inn. Þú veist, þau voru með einhverja friðargæslumenn eða hvað sem það var kallað sem voru þarna. Þetta var ekkert á því stigi að þeir ætlaði að endurheimta héruðin, reynda Saakasvíli sem þá hann var búin að lofa því þegar hann kosti valda en ætlaði að gera það. En ég meina þetta var ekkert inn í myndinni. Og þess vegna líka svo eru Frakkar sem skipta mjög mjög máli að reyna að leysa þetta og Sarkozy kemur þarna og það er bara, já, þetta er bara ágætt, sko. En síðan náttúrulega sem Rússar síðan viðurkenna þessi aðskilnaði hér sem sjálfstæð ríki og þá þetta orðið dálítið flókið líka, sko, vegna þess að þá eru þetta að vera vísanir í sjálfstæði Kosovo, þú veist, og allt svoleiðis, sko, þessi stríði fyrrverandi Júgóslavíu. Svo þá eru þeir í raun og veru að Rússar segja bara, já, við erum bara að gera það sama eins og þið gerðuð, þið lifðu Kosovo og lýsið í sjálfstæði, byggja svona. Svo að þetta að þeir eru ofta svona, mér finnst líka hvernig þeir eru að réttlæta hluti. Putin bara kóperir alltaf þess að Bush hafi sagt eða Obama hafi sagt. Þeir segja alltaf svoleiðis, já, og svo þetta, þú veist, að þjóðamorð í sem austu hér núna og nota þetta, hann notar alltaf þetta sem hefur verið, því að sko fram að því. Gereyðingavopn. Efnavopn, þetta er bara sami. Þessum fréttirnar voru í Íraksstríðinu. Já, þetta er akkurat svoleiðis, það er svona verið að svona recycle þessu. En sko,
á móti kemur að hann ákveður þetta, bara mjög hart sko, að viðurkenna sjálfstæði þessara aðskilnaðar héraða. En þá hann að fara algjörlega gegn öllu sem hann sagt fram með því sko. Þú veist, við erum bara að venda hlutina, þú veist, eins og voru, allt kerfið eins og það var og það eru þið sem eru í raun og veru að brjóta gegn því og en svo gerir hann bara nákvæmlega sama og svo tekur hann, ok, ef það sé búið að breyta reglunum með þessum hætti, þá getur þessi akkur bara viðurkenna ekki líka Kosovo. En það kom ekki til greina sko, þú veist, og svo þetta er svona stórvelda. En að þú nefnir Kosovo, að þá Rússarnir stóðu með Serbum. Já. Og það voru við, þarna erum við inn í Jeltsin tímabilinu. Þannig að svona undir Jeltsin var mjög mótið líka. Já, lok þess. Ég veit ekki hvort ég sé að draga þið út í eitthvað aukatriði en skipti það máli því að þar byrja Rússar að vera eftir hrun Sovjet svo í fyrsta skipti að vera mótvægi við Vesturlöndin. Jú, þeir voru mjög á móti þessu sko og það út af þessu náttúrulega þetta var mjög umdeilt stríð svo veitu þó að alveg þetta réttlæta það, þú veist, reyndar ekki bara kannski með loftárásum sko, þú veist, það var ekki mikla fórnir sem NATO færði í þessu stríði, en annað bara, þú veist, en það voru náttúrulega þjóðernishreinsanir á jörðu niðri, svo þetta var náttúrulega, Serbar fóru mjög illa með Albana þarna og svo að, þú veist, það var hægt að réttlæta það að Serbar gæti ekki ráðið þessu lengur. Við komum þarna fram. Það var þetta, þú veist, alls ekki svoleiðis argument. Svipur rökur að byggjast upp núna gagnvart Rússlandi. Já, dálítið þannig. Að framkoma þeirra í stríðinu séu þannig að það sé ekki hægt að sitja aðgerðlaus. Nei, þetta akkurat, þetta var mjög svipað sem kom, sko, þetta var notað. En Kosovo-stríðið var líka, og Rússar vísuðu til þess, ég meina það var, NATO fekk ekki umboð Sameinuðu þjóðanna til að heyja Kosovo-stríðið. Svo það var búið, öryggisráð búið að segja að ástandið í Kosovo var það hættulegt að þetta var svona svæðisbundið hættuástand, en ekki, en Rússar komu vekk fyrir það að NATO fengi umboð til að fara inn. Svo þetta var náttúrulega eitt dæmi, en það þeir ákveðu samtaferinn, svo þetta vísuðu. Síðan það sko Líbía, 2011, í Líbíustríðu þá fékkst umboð Sameinuðu þjóðanna út af Benghazi, þá var akkurat hættatalin á einhverju svona fjöldamorðum, einhverju svoleiðis. En svo töldu Rússar, þeir töldu að í raun og veru NATO-ríkin hefði ekki farið út fyrir umboð sitt. Þú veist, með því að þetta síðan endaði í svona bara steypa Gaddafi á stóli og eitthvað svoleiðis og það hafði ekkert verið það umboð, þetta bara verið að venda í raun og veru borgara á þessu svæði. En NATO fór inn í því að skiptum Já, þetta leiddi út í það en alltaf þetta var alveg katastrófal í raun og veru inngrip eða íhlutun, hernaðar íhlutun. Þú veist, það endaði bara í borgarastríði. Svo þetta notaðu Rússar voru mikið sko gegn Vesturveldunum sko. Þetta veri og verður eiginlega svona náttúrulegur andstæðingur NATO í ýmsum átökum. Já, sem kemur svona, svo það komið fram og gerist það, það gerist alltaf þannig. En hvenær á tímabilinu byrja Vesturveldin og Bandaríkin að líta á Rússland sem ógn og óvin? Já, sko, það náttúrulega, ég myndi segja, eftir að, manstu, þegar Obama komst til valda, þá segja hann, það kom eitthvað svona reset, þú veist, nú ætlum við bara ná góðum samskiptum aftur við Rússa og eftir Georgíustríðið og þá, við skulum bara reyna að ná einhverjum svona sáttum hvernig samskiptum verða. Það síðan tókst aldrei einhvern veginn almennilega, en síðan það náttúrulega Krímskaginn sem er þáttaskil og ég meina nú, maður heyrir núna Stoltenberg alltaf vera að tala á ensku, alltaf new normal, normenn sögðu þetta þá líka, hann sjálfur new normal, það væri það að þetta bregðast við þessu, þetta væri ekki að láta það viðgangast og þess vegna, og eftir það fóru náttúrulega NATO-ríkin að vígvæðast meira og svo að það var alveg klár eftir það. Ef það eru kaflaskipti, eru kaflaskipti það að við séum þá komin í tvípóla heim aftur, eða margpóla, eða eru kaflaskipti þau að Rússland hefur byggt sig upp og byrjað að beita sig þannig á alþjóðavettvangi að við verðum að líta á hann sem okkar helst óvin?
Nei, það akkurat máli sem ekki að gerast. Þetta greinilega komið að það breytist allt viðhorf gagnvart Rússlandi á þessu tímabil eftir Krímskaga og þetta stríði líka þarna í hlutunum. En nei, síðan því að svo Obama tímabil þá en Rússar ekki það sterkir. Við þurfum ekki samt að hafa svo mikla áhyggjur af þeim. Það ekki Holland kannski, hvað ég meina, en samt. Men hann fór alltaf að líta á efnahagsstarðirnar. Ekki kjarnorkuvopnin. Nei, út af því að kjarnorkuvopnin voru þá ekki, eins og ég var að segja í upphafi. Það var enginn að tala, en auðvitað, maður getur gera lítið úr, þeir voru ekki að gera lítið úr þeim. Þeir eru náttúrulega með neitunarvaldi í öryggisráðinu og eru með kjarnorkuvopn og þess vegna var þessi hugmynd reset, en hann tók svo bara, Rússland svona petrostate, þetta bara olía og gas, það ekkert olía og vopn, það ekkert annað sem þeir eru að framleiða sem, og svo fór hann að bera það saman í Bandaríkin, hvað þetta, 10 sinnum stærri ekonomi að Bandaríkjanna heldur Rússlands og eitthvað svona, svo við þurfum ekki að hafa neitt miklar áhyggjur af þeim samt, en það breytist allt svona innan NATO og svona breytist allt viðhorf eftir það sem gerist þarna og náttúrulega Austur-Evrópuríkin fara líka mjög mikið eftir Krím. Já. Verður þá munur á afstöðu Bandaríkjanna og Evrópu til Rússlands? Já, ég myndi segja það. Hvernig myndur lýsa því? Já, það gerist þetta, það bara lítið á þessi meiri óks, fyrst að ég gerði þetta og það var talað ég minna að innlima, og líka þetta var náttúrulega, þetta bara brot á alþjóðalögum, brot á Búdapest-samningnum frá 94 þar sem Úkraínumir létu kjarnorkuvopn af hendi og það eru virt landamæri, algjörlega skýrt og fullveldi og landamæri svo að þarna var talið að fara yfir strik alveg augljóslega. Síðan aftur á móti en svo líka Kína orðið svo sterkt. Það var náttúrulega að það sem gerist, en það gerist ekki í raun og veru fyrr en á Trump-tímabilinu. Það að Bandaríkjamenn bara, það kringum þessa þjóðaröryggisstefnu sem mótuð, sem svona, fyrst 2018 var búin að vera í undirbúningi dálítið áður. Það sem bara einfaldlega sagt, við erum bara, stríðið ekki að hryðjuverkum og svona, það bara búið. Miðausturlönd, það sem eitthvað svona algjört forgangssvæði, það ekki lengur þannig, og með sama hætti. Og það var náttúrulega líka fylgið því að Bandaríkjamenn voru orðnir sjálfur sér nógur gas og með þessu fracking og öllu þessu, svo staðið líka, þau eru ekki eins háðir Miðausturlöndum í sambandi við orku áður. En líka bara, já, og núna ætlum við að byrja bara einbytta okkur að Kína aðalega en líka Rússlandi svona líka. Það var litið á þessu tvö ríki sem væru samkeppni, svona strategic competition var að orðaðan, Svo þetta líka samvarandi Rússland. Já, en það væri en samt miklu minna. Miklu minna. En Trump var svolítið að reyna að halda góðum samskiptum við Putin. Já, hann svona mótsagnakennd pólicy, Ég ætla ekki að biðja að útskýra Trump. Nei, en svona bæði talaði hann alltaf vel Putin, en þegar það kom að því að beita á refsiaðgerðum og hinn og þessu, þá var hann alltaf með. Svo að þetta svona taldi Það svona, já, svo að, en bara til dæmis þegar Hillary Clinton var utanríkisráðherra, þessi áður en Trump kemst til valda, ég meina þá var þessi stefna að Bandaríkjamenn ætla að leggja áherslu á Asíu, svona, og Kína væri, og vera að flytja sig frá Evrópu, en núna, og það hélt alltaf áfram, í raun og veru á Trump-tímabilinu að vera Kína, og hann lagði náttúrulega aðalega áherslu á Kína, sem samkeppnisaðila á heimsvísu. En svo þetta núna bara í ljósi síðustu atburða dálítið að breytast aftur, ekki satt. Bandaríkjamenn byrjar að líta aftur til Evrópu, greinilega, og það kom alveg strax eftir að Biden tók við, þá fór hann að leggja mjög mikla áherslu á Kína, sagðist alltaf að leggja mjög mikla áherslu á Kína, en var með óalega mikið við hugann við Rússland fannst manni, alveg frá upphafi. En það skiptir máli í margpóla heimi hvernig Bandaríkjamenn horfa á ógnina, að þeir líta á Miðausturlönd út af olíuauðnum, þessi svæði sem að þeir verða að hafa kontról á, eða þá að engin annar má hafa kontról á. Og það má ekkert ríki rísa upp til þess að verða nógu öflugt til þess að geta drottnað yfir sínum heimshluta. Og ógnin núna Kína
og svo það með tilburði Pútins að þrátt fyrir að hann kannski trúir enginn að hann geti náð þessari stöðu sem að ætti að vera ógn af, að þá hann þessi ógn og við einhvern veginn og eftir þessu fara átaka svæðin í heiminum. Já. Eftir hverja Bandaríkjamenn skilgrina sem óvinni sinn. Það þannig? Það mikið það að segja oft sko, en þú sér nú bara hvernig viðbrögðin hafi verið þessu stríði. Þannig að það sem alveg komið í ljós hvað Bandaríkin og Evrópuríkin standa mikið saman í þessu sko. Það eru mjög svona, það eru nokkur ríki, svo Ungverjaland sem svona, þú veist, en það alveg augljóst, en aftur á móti líta á viðbrögðin í Afríku, Miðausturlöndum. Nei, þú veist, það engin áhuga á stríðausturlöndum. Nei, það veist, það var bara... Indverjar ekki? Nei, Indverjar... Sem áttu að vera hluti af svona vörn Bandaríkjamanna gagnvart Kína, með lykilatriði því, það raunverulega þetta stríð veldur því að Indland eiginlega detta hinum einn. Já, bara mjög áhugavert hvernig þeir hafa verið að bregðast við. Svo að já, þetta eiginlega dálítið eins og við lítum á þetta stríð sko. Og svo þetta dálítið áhugavert að fylgjast með því að við vorum að vinnast á kalda stríð hérna uppæði, að það eru svona ríki eins og þú veist, Víetnam, Suður-Afríka sem gleyma aldrei þeim stuðningi sem Sovétríkin lutuðu og svo þeir muni ekki, þú veist, þeir muni ekki vinna gegn þessum gegn Rússlandi. Það voru bent á Eþíópíu. Líka, það dæmi, það er annað dæmi. Þessum verður bara launa ákveðum greiða. Greiða, frá öðrum tíma. Og áreiti gagnvart Vesturveldi. Já, og það svo við erum dálítið þetta svona litar alla okkar afstöðu og mikið að þetta okkar heimsluti, þú veist, sem að bregða svona við en ekki svo mikið aðrir, þóttu auðvitað að Rússland kemur ekkert vel út í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í sambandi við þessar ályktanir gegn þeim. Ég meina þeir eru náttúrulega, það eru mjög margir, en það eru ríki sem sitja hjá, þú veist, og það symbolískt, þú veist, að greiða þannig atkvæði symbolískt, annarkvort mæti ekki í atkvæðagreiðslunni eða sitja hjá, þá verið að sem að getur verið afstæða eins og það að ég á móti aðgerðum Rússa en ég ekki með viðbrögðum þínum. Eitthvað slíkt. Þannig ég vil ekki taka þátt í herferð Vesturveldina. Akkurat þannig. Og það já. Já, en af því að þú fer með okkur núna út allan heiminn, þannig að ég ætla að fara aftur til Evrópu. Þetta mun hafa mikil áhrif, eins og að refsi aðgerðir Vesturveldana fá lítinn stuðning fyrir utan bara venjulega vini Vesturveldana og hefur ekki tekist að fá Indverja og fleiri eða Kínverja til þess að taka með. Telur að þetta geti haft áhrif Afríku og öðrum að þessi tvípólun eða margpólun í heiminum að þessi lönd hafi kannski núna svona meiri möguleika á að velja sér mörg af þessum löndum voru að flakka á milli í kalda stríðinu og gátu einhvern veginn spilað inn á það. Erum við að fara inn í einhvern svona flóknari alþjóða? Það má alveg vera. Og eins og ég segi, þetta samt ekki flóknari kannski mitt orðið, frekar heldur en að menn sé að velja endilega á milli Bandaríkjanna eða Rússlands vegna þess að eða Kína, já, akkurat sko. En ég bara tala í samt við þetta stríð sko, veist, en bara já, þetta veist, svo þegar verið að segja erum við að stefna inn í eitthvað nýtt stríð, kalt stríð eða eitthvað svoleiðis sko, það ef það sé eitthvað kalt stríð í uppsiglingu sko, þá frekar milli Bandaríkjanna og Kína. Þú veist, eitthvað svona framtíðar. En við erum eiginlega minni þáttakendur í því. Heldur að Evrópa taki skýra afstöðu í þeim átökum? Það eftir að koma í ljós. Hugmyndin áður en að innrásin kemur var eiginlega að Evrópa myndi sjá sín öryggismál frekar, af því að Bandaríkjamenn væru frekar að fara og þeir væru að fara í Kyrrahafs áherslunar. En ef að í framhaldi af þessu stríði og afstöðu Kínverja eða afstöðuleysi, heldurðu að Evrópa verði svona samstíga Bandaríkjamönnunum í því að skilgreina Kína sem andstæðing? Eins og núna þróun bara út og það náttúrulega í bara hita átakana núna. Þá þetta mjög áhugavert að fylgjast með hvernig náttúrulega Þjóðverjar hafa brugðist við þessu. Það náttúrulega algjörlega breyk sko gagnvart Rússlandi. En þetta líka að koma fram
sér maður svona, það svona umræði í Þýskalandi Kína. Þú veist, það sagt, við vorum þjóðverðir voru alltaf háðir Rússum orkuöryggi sitt og svo bara, svo það sama framleiðsluvörur eins og bíla, eins og Volkswagen verksmiðjurnar í Kína, þetta bara langstærsti markaðurinn, sko. Þegar svona byrjuðu aftur umræða, hægt að vera svona líka reiða sig svona mikið á markaðinn í Kína. Svo ég veit það ekki, það svona, en þú veist að tala Evrópu, þú veist svona, þú veist að Evrópa ætla að vera sjálfstæðari og eitthvað svoleiðis, sko. Þessi umræða hefur nú verið alltaf að koma upp, alveg í raun og veru. Trump sem við nefndum áðan. Já, hann var akkurat þá átt að vera, og sko, þetta ekki tægt og ég man til þess að ég var einu svona á ráðstefnu í Lettlandi og náttúrulega þeir eru náttúrulega Eystrasaltsríkin og svo hörð alltaf gagnvart Rússland og vilja helst ekkert vera að þú veist að Evrópusambandið sé að standa í einhverjum vilja bara NATO. Já, vilja bara NATO. Það verður að vera Bandaríkin og vegna þess og líka svo treystar ekkert Frökkum sem og líka út af Frakkar hafa alltaf haft á ambisjón að semja við Rússa alveg bara frá því á de Gaulle tímabilinu sko, þú veist, og þeir treystuðu ekki en ég man eftir það var akkurat þegar Trump var við völd þá sögðu sko jú, nú erum við opnað alltaf á Evrópuvinkilinn, sko, vegna þess að nú treystum við ekki alveg Bandaríkjamönnum, sko. Og svo það eftir að Biden kemst í vald, það var náttúrulega fyrst sem að gera þess að nei, þið getið treyst okkur aftur og eitthvað svoleiðis, sko. En það var eins og Macron sagði þá, hvað gerist þetta? Eða Macron, þessi frakkar sögðu, ég veit ekki hvað hann sjálfur, sögðu, hvað gerist þetta 4, kemur ekki það bara Trump aftur, þú veist, eitthvað svona, sko. Þú veist, þetta treyst það Bandaríkjunum? Já. En heldur að ég skoði brottföru frá Afganistan, heldur það hafi líka áhrif? Já, það hefur bein áhrif í dag, vegna þess að bara núna daginn, að þá eru búin að samþykkja, Evrópusambandið búið að samþykkja eitthvað sem þeir kalla strategískan áttavita, eitthvað svoleiðis, strategic compass, sem gengur út á það að setja á stofn sko hraðlið, 5.000 manna hraðlið sem þetta að senda svona, þú veist, á vettvang okkur hættusvæði, þú veist, akkurat líka til að geta flutt, þú veist, það var líka sem kom í, þeir hefðu enga burðagetu til að flytja fólk og svona almennilega frá þeim svo Afganistan þegar þeir fóru þaðan. Þetta hafði áhrif og líka hvernig Bandaríkjamenn fóru, þetta var hugmyndir. Ég var samt alltaf eftir að það eitt í þessari umræðu, þetta kemur sífellt upp að Evrópuríkin verða að vera sjálfstæðari og nú eru þjóðir búin að segjast alltaf eða miklu meiri fjármunum í hermál og eitthvað svona, sko. Hvar endaði þessi peningar, sko? Endaði því að sko, frakkar, sko, vilja mitt og Evrópusambandið þetta sem kallað strategic autonomy, vilja það, þeir vilja vera sjálfum sér nægir, þú veist, og það svona hugmyndinu þessi, bara sjálfræði, strategist sjálfræði, það að segja að Evrópusambandið á að geta séð allt sitt sjálft, á ekki að vera háð sem sagt Bandaríkjamönnum. Kaupa eigin vopn. Og allt svoleiðis, og bara, já, og alvöru hergagna iðnað og allt, sko. Því að þeir eru nú, sérðu hvað, alltaf orustu þóttur sem núna keyptar yfir, þetta alltaf bandarískar, orustu F-35, já. En það verður á Lockheed bara fyrir svona upp, sko, því það eru bara pantanir upp á 50 þóttur annarkvæð dag. Já, svo ég bæti líka við þetta, að sko, þegar þessu hugmynd kemur upp að styrkja þau svona, þá alltaf þessi spil, frakkar fínt, við erum alveg þessu, en Þjóðverjar. Og það alltaf, sko, þeir eru aldrei tilbúnir einhvern veginn til að bara velja, þú veist, á milli þess að leggja mikla áherslu á Evrópusambandið á kostnað NATO. Og það alltaf, sko, þeir eru alltaf, þeir eru svo tengdir NATO, hafa alltaf verið, hafa alltaf litið á það þannig. Og það gerist ekkert nema þeir verið með þessu. Þetta ekki eftir að Bretar fóru út úr Evrópusambandinu. Það einu herveldin, raunverulega eru Bretar og frakkar í Evrópu, núna sem hafa beitt sér á alþjóðavettvangi. Gömul heimsveldi. Já, ég er að segja það. Það í stríði reglulega út alla trissur. Já, og það bara málið. Og svo að maður veit ekki hvað gerist. Út af þessu. Þetta þá ennþá svona hálfa óleyst mál. Hvar fórustað öryggismál í Evrópu? Er það hjá NATO eða er það hjá Evrópusambandinu? Það eru mjög ólík, djúpstæð, pólitískt ólík afstaða í Frakklandi sem alltaf verið skeptísk gagnvart NATO, fylgjandi Evrópusambandinu, en Þjóðverjar mjög hlynntir NATO. Áttu það sumleiti kannski tilveru sína að þakka NATO. Því það var mikið bandarískum hermönnum í Vestur-Þýskalandi og landið var klofið, þar sem að Sovétmenn voru hinum megin, þannig að það er kannski öðruvísi.
En varðandi Þýskaland, þessi breyting í þýskri pólitík frá því að vera með lítinn her og kannski praktísera meira heldur en allir aðrir að leiðin til friðar að stunda viðskipti og samskipti við fólk og þannig að þýðan sem þú taka dæmi af Þýskaland eiginlega einhver leyti fæðingarstaður hennar sem bara í utanríkisstefnu á sínum tíma þegar innrásin kemur að þá eins og Þjóðverjar líti svo á að þetta bara endalok þeirrar kenningar að þú getur búið til frið með því að stunda viðskipti. Kannski ekki með að stunda viðskipti, með að bara þeir treystu svo mikið á samskiptum við Rússland. Það var þannig hugsað. En var ekki hugmyndin svo að stunda þessi viðskipti við Rússland að það myndi draga Rússa inn í Evrópu viðskiptarlega og pólitískt? Já, en það nú líka bara það sögulegt líka sem þetta var undirliggjandi alltaf í afstöðu Þjóðverja gagnvart Rússum var bara sektarkennd vegna þess hvernig komið fram við Sovétmenn í síðari heimsstyrjöld og það þurfti alltaf að taka tillit til þess. Þannig töluðu allir pólitíkusar, allir. Það mætti ekki þess að ganga of nærri þeim og eitthvað svoleiðis En núna svo að segja, það alveg gjörbreytt pólitískt landslag. Það talar enginn svona í dag, enginn. Það alveg bara við vorum svikin, bara svikin af Putin. Þannig að þjóðin skiptir bara skoðun svona, algjörlega. Alveg frá elstu fyrrverandi nasistum niður í unga börn. Já, bara það alveg, og maður horfir núna á þýska sjónvarpið, það algjörlega þessi lína sem En þessi hugmynd að viðskipti og samskipti við ríki sem eru mögulega einræðisríki og virða ekki lýðræði, að það muni leiða til þess að hægt og bítandi verði þau eins og við, þau horfi á okkur og vilja vera eins og við, af því að við erum með betra samfélag. Einhver leyti innrásin í Úkraínu líka endapunktur á þessari hugmynd sem að kannski átti sínum blómatíma þegar vorum að tala áðan einpólatímabilið, þetta eiginlega blómatíma þess var þar sem endaði með því að Bandaríkjamenn fóru inn í Írak og ætluðu að dreifa út lýðræði og frjálsum viðskiptum með vopnavaldi hér og þar heiminn, að þessi hugmynd að hún líka hugmyndi sem að liggur á bakvið alþjóðavæðingunni og hún búin að vera svo ríkjandi í bara hugmyndum okkar samskipti þjóðana svo lengi að ef hún dáin að þá hlýtur að koma bara eitthvað svona þingutímabil þar sem að vantar eiginlega hvaða hugmynd á að taka við. Þessi hugmynd að viðskipti komið veg fyrir stríð og svona hún með þetta bara Adam Smith kom með þetta og eitthvað svona, Duke og eitthvað svona. Þannig ef hún ekki til lengur, hvað þá? Já, akkurat. Nei, þetta einmitt mjög sérstaklega og líka út af þessum refsiaðgerðum sem eru alveg bara fordæmalausar, algjörlega. Og það náttúrulega, einhvern tíma verður samið frið í Úkraínu og hvernig verður síðan bara það þarf að vinda ofan af því öllu því þetta fer svo rosalega djúpt að hvernig þessu eru beitt það einmitt eins og þetta segja það algjör það algjör þáttaskil. Já, má ég spyrja það því. Það eru samningar og nú voru síðast Austurríkismenn að reyna að tala á milli, það hafa verið Tyrkir og Ungverjar mjög skrýtnir og Ísraelsmenn mjög skrýtnir aðilar sem reyna að tala á milli því það eins og að séu horfnir friðarsinnarnir og þeir sem að vilja vinna friði sem væru líklegasti til þess að vera þarna Norðmenn eða Svíar eða eitthvað slíkt. Samt verið að tala frið og það verið að tala vopnahlé á vígvellinum. En efnahagsstríðið sem mjög víðtækt og öll vesturveldin tengjast ef það ætti að vera samíkjarn á milli þá ættu Bandaríkjamenn að vera aðilar að friðarsamningunum til þess að þetta yrði haldið áfram. En raunverulega væri möguleiki á því að það yrði samið vopnaðan frið, ætti að vopna viðskiptum, en viðskiptastríði haldið áfram. Já, það getur alveg gerst út af því þá kemur næsta ef við munum ekki hætta við þessar refsiaðgerðir fyrir en að búa að standa við hann einhvern ákveðinn tíma, standa við samninginn eða eitthvað svoleiðis Já, eða hafa við orðið breytingar bara á stjórnarfari í Rússlandi. Það náttúrulega eitt það eina leiðin til að vinda mjög hratt ofan að þessum refsiaðgerðum. Það þeir valdaskipti í Rússlandi en það alltaf hvað myndi gerast. Ég veit enginn hver tæki við það. En það ekki líklegt að refsiaðgerðina leiði til valdaskipta. Ég held ekki. Það erfitt að benda á í sögunni dæmi þess. Já, það nú málið.
En þetta bara, það engin fordæmi fyrir þessu, hvað þetta og líka að frysta gjaldeyris forða. Og þetta alveg, og þetta en svo þetta líka spurninga við lítum fram í tíman, muni þetta vera til þessi bara fyrsta Bandaríkjamenn voru tilbúin til að gera þetta, nota dollarann og stöðu sína í sem sagt, þessa lykilstöðu sína í fjármálakerfi heimsins með þessum hætti. Ég meina þá muni kannski eins og Kínverjar, við getum ekki farið að þeir eru að reyna þú veist, munu að reyna einhvern veginn að finna eitthvað kerfi til að komast hjá þessu. Þannig að Kínverjar munu forðast að geyma gjaldeyrisforða sinn á Wall Street. Já, sko, það bara, meðan dollarinn svona sterkur, sko, og meðan kínverski gjaldmiðillinn í raun og veru, hann ekkert svona fully convertible, sko. Það ekkert þetta út af gjaldeyrishöftum og svo sluðis þarna, í Kína. Þá hann eins og svo lítill hluti af þessu kerfi. Að þeir verða náttúrulega, þú veist, að eiga, þess vegna þeir treystaðir enn svo mikið á Bandaríkin og líka bara þessa markaði, sko bara markaðin, Wall Street og svona, fyrir hlutabréfamarkaðin og svona. Að það tekur tíma að vinda ofan þessu kerfi, sko. Og sumir, ég var að lesa okkur að greina daginn, að sumir telja mig þetta svona langtíma áhrifin verið þau að þetta muni veikja veita kerfi og Kína og þeirri geta ekki sagt við það að eiga hættuna á því að missa bara þetta gerist aftur, eitthvað svoleiðis, bara út af að nú bara, og það bjóst enginn við þessu, þetta myndi ganga svona langt, sko. Swift, taka út Swift-kerfinu og líka þetta, þú veist, að frysta gjaldeyrisforðan. Þú veist, það bjóst enginn við þetta myndi ganga svo langt og þeir náttúrulega pössuðu sig líka á því, þú veist að þetta kóordinur allt svo vel, bæði sko Bandaríkjamönnum við Evrópuríkin, að Rússarnir gátu ekki fara að skipta í aðra gjaldmiðla, sko. Þú veist þetta dollar og evra. Svo já, sumir segja þetta muni veikja, en svo eru aðrir sem segja að dollarinn verði næstu samt, þú veist, eitthvað tíma ennþá dóminerandi. Það þurfi svo mikið til að breyta þessu kerfi. Svo geta rafmyndi, ég hef ekkert vitað af því, svo geta rafmyndi líka flætt þessa mynd og svo. En ef við erum að horfa á þessa snöggu sinnaskipti Þjóðverjanna og ef það tengist í að það viðskipti leið ekki til friðarendilega eða það og refsiaðgerðirnar, þá þetta svona hugmynd sem svona snögglega að deyja og þá gerist ofta það við erum ekki búin að fatta hvað að taka við. Það eins og svona þegar einhver svona þjóðarsáttmáli hrunin en það ekki orðin til annar. Það gott dæmi þetta náttúrulega Rússland á Jeltsinárunum. Það einhver svona þjóðarsamningur, einhver samfélagssamningur sem hrynur og það ekkert til. Þannig að við erum kannski að gangi gegnum einhver svoleiðis tíma og á slíku tíma þá grípa menn kannski til svona gamalla hugmynda sem eru seinni heimsstyrjöldin, eins og heyrir kannski umræðinni, menn að sækja fordæmi fyrir að segja að við erum raunverulega að endurtaka seinni heimsstyrjöldina. Hvað finnst þér það? Ég ekki þar, sko. Þú ert ekki þar? Nei, en þetta eiginlega ríkjandi hugmyndir á Vesturlöndum. Já, ég ekki þar, ég tel að, og þá hugmyndin á bakvið þetta svo, sko, að þetta bara Úkraína bara fyrsta ríkið, svo fyrir, ég hef ekki trúið því. Akkur út af veikleika Rússlands? Já, bara þeir ekki það má ekki gleyma líka styrkleika Vesturlanda í þessu. Þeir náttúrulega eiga margfalt meira Vesturlönd til hermála heldur Rússland. Og svo eru þeir, ég meina, ef þeir ætla að ráðast á önnur ríkið, þá eru þetta kjarnorkustríð, sko. Og þess vegna þú sér nú líka hvernig þetta stríð hefur spilast, sko, úr því að vestræn ríki styðja mjög við bakið á Úkraínumönnum að fara þarna ekki inn. Og það bara út af því að þarna út af þessum kjarnorkumálum og sýnir það sem þetta stríð sýnt fram að þessu að kjarnorkuvopn skipta máli. Þú veist, þegar sumir þeir skipta ekki máli, þú veist, þeir skipta máli greinilega út af. Þegar maður hlustar á menn vera með þessa líkingu við seinni heimsstyrjöldina, þá var það annars vegar þetta, að við séum í 1938 og München-samningarnir, að við verðum að sýna hörku, því annars vex kvikindið og veður yfir okkur. Hin rökin eru eiginlega að Pútín sé út yfir sko, lög og rétt, að glæpir hans séu svo stórir og hann sé eiginlega með svipaða glæpi og Hitler, það sé ekki hægt að tala við hann, hann eiginlega bara
Hann er þú veist að tala að afmennska menn, að þú veist Hitler líklega, sko, hann er ekki, til ekki okkar tegund og það þýðir ekki að tala við hann og hann skilur ekkert nema hörku. Já, auðvitað ekki að réttlæta þetta stríð á nokkurn hátt. Þetta algjört árásarstríð og innrás og áttir sér það ekki hægt að verja þetta, það ekki hægt. Og ég alveg viss það að það verður Vesturvöld og akkurat í nafni svona retorík, eins og þetta lýsa, munum segja að það er ekki hægt að treysta honum aftur. Þess vegna verður alltaf einhver gjá þarna á milli og þannig og við munum bara... Það er ekki hægt að gera friðarsamning, því að getur ekki samning við hann, þannig eina niðurstaðan að sigra hann. Já, ég ekki... Nei, það fylgir rök og... Ég held að sé alveg hægt að gera friðarsamningar, sko. Rök sem hafa verið í svona. Já, nei, ég held að þú veist, nú ertu komin í aftur í svona ekki kaldastríði, þetta fara eftir þangað, þá minnir þetta dálítið á þá sem voru innan bandaríkjastjórnar sem voru fylgjandi svona viðnámskenningunni, að halda þeim í skefjum og svo eru aðrir sem voru svona, frelsun, liberation, og það voru þessi svona hothead, sko, og bandaríkjamenn fylgdu aldrei þeim en ég meina, svona hægri armur republikanaflokksins var þarna stundum, þú veist, og við vildu taka áhættu og eitthvað svona, og ég meina þetta með sá innrásinni til þessu Ungverjalandi 56 að þá voru svona raddir innan svona einhverjir sem voru við vorum að hjálpa þeim, við vorum að bara hjálpa Ungverjum, fara þarna inn, þá sagði bara Eisenhower, nei, ég ætla ekki að færa hérna eitthvað í eitthvað kjarnorkustríð við Rússa og þetta er áhrifasvæði þeirra sem ég verið var saman náttúrulega í Tékkóslóvakíu 68. Svo að ég tel að, en það er alveg augljóst að ef við spáum aðeins í hvað sem tekur við að það verður, ég held að hann verður aldrei tekinn í sátt eftir þetta, sko, Putin. Svo það verður, hvað sem þetta kallast, það verður spenna hana á milli, jafnvel sko óháð því þó að náist einhvers konar samkomulag, einhvers svona vopnahlé og jafnvel bara einhvers konar samningur ég meina, ég veit ekki, þar sem Rússar eru augljóslega núna að reyna svona eftir að þetta mistókst alltaf hjá þeim svona fyrsta, þú veist að reyna bara að steypa stjórnina á stóli. Það er greinilega, þeir eru að horfa frá því markmiði, en þeir vilja greinilega bara taka austursvæðin og færa sér sunnan söður og bóginn. Ég veit ekki hvort þeir vilja reyna bara, hvort þeir vilja ganga svo langt að reyna að loka Úkraínu frá aðgangi að Svartahafinu. Það er mjög erfitt að, þú veist, ég sé ekki það gerast nema, þú veist, á vígvellinum, sko, þú veist, það er viðvarandi stríð. Já, það er viðvarandi stríð, en ef að Rússarnir myndu hætta að segja, já, Krímskaga náttúrulega við höldum hún náttúrulega og þessi svæði frá Krímska og Austurhéruðin einhvern veginn og svo hlutleysi Úkraínu, það getur verið einhvers konar leið, sko, hvernig þetta er þó að þú veist að tala Tyrki að þeir eru að segja vilja gegna þarna einhverju hlutverki málamiðlara sáttasemjara en þeir eru að segja svona ein leið, ég las það einhvers staðar, ein leið að vera svo að Úkraína myndi segja að Rússar fengi að halda, þeir myndi ekki viðurkenna innlimun Krímska eða Austurhéraðana, hvernig þeim segir að þeir fengi að halda þeim í 15 eða 20 ár. Ég veit ekki hvort það svona Zelenský endurtók þetta einhvern tímann í einhverju ræðu. Hann var að telja upp einhverjum svona kosti. Kosti, já, svo það er greinilega, kannski það semjum eitthvað svona, en kannski hlutleysi er eitthvað sem hann hefur líka gefið það upp, Zelenský. Sem alveg greinilega möguleika. Og auðvitað, ég meina, de facto þessu Austurhéruð núna hluti af Rússlandi og hafa í raun og veru verið, alveg frá 2014, þú veist ekki viðurkennt. En umræðin hérna á Vesturlöndum, kannski á Íslandi, hún er svolítið í anda þess að þú ert að tala þeir sem ætla að leggja til að Rússlandi sé haldi niðri, að reyna að ná sér friði sem fyrst og við höfum bara sem minnst óþægjandi að þessu. Og svo er það svolítið ríkjandi í umræðinni hugmyndinu það að við verðum að frelsa Úkraínu og helst að frelsa Rússland líka. Já, ég bara... Akkur heldur þessi hugmynd sé svona... Ég held hún sé brúta á kjarnorkuvopnum meðal annars. Að þeir allir sér, að það sé bara talið allt og áhættu samt. Þú veist... Ég átta mig á því að það eru þeir sem vilja ekki gera þetta. En þú kannast við það bara í umræðunni svona mannavili, þá er bara hugmyndur það. Að við verðum að frelsa Úkraínu og helst Rússland.
Já, ég bara tel að þetta sé ennþá svona bara eins og hægri armurinn Repúblikanaflokknum. Þú veist, þetta sé meira þar. Já, þú ert Eisenhower, en ég að velta fyrir mér. Af hverju heldur þessi hugmynd sé svona ríkjandi? Því það er náttúrulega tengist öryggishagsmunum Evrópu, ef að kannski almenningur bara búinn að tala sig inn á stríð og að sé ekki hægt að sætta sig við annað heldur fullnaði sigur yfir Pútín, að þá getur það allavega eykur ekki líkur á friði. Nei, ég held að það sé ekki hægt að ganga út frá því að slíkar hugmyndir nái þá er þetta eins og minnum þetta alltaf, við tala líka Kóreustríð, og það minnast á það. Að það var þá náttúrulega upprunalega eftir að stríðið hófst, að þá réðust Norður-Kóreumenn inn, síðan var þeim ýtt tilbaka og svo héldu Bandaríkjamenn áfram inn í og að segja, þú veist, en síðan endaði ekki þannig, þú veist, svona með liberation, svona frelsun, eitthvað svoleiðis, ég held að það sé ekki, og þú veist, þá ertu þá að tala líka bara valdaskipti, þú veist, í Rússlandi, svona regime change, eitthvað svoleiðis. Sem ég að stilla upp eins og ég upplifi, hvernig ríkjandi hugmynd almennings á Íslandi, hvernig þetta getur endað, og þá eiginlega fólk að tala sinna á það, að eini endirinn eiginlega fullnaði sigur yfir Pútín. Já, ég heyri þetta ekki eins og þú, kannski fylgist ekki nógu vel með þenni, ég held þetta sé ekki gengið. Þú ert á ráðstöðu og ég er á Facebook. Já, kannski, en ég veit ekki hvað þetta er, en ég tel að þetta sé ekki, hvað það segja, raunsætt. Nei. Ein breyting sem þetta stríð að valda er að það verið að ræða það að Svíþjóð og Finnland geti gengið inn í NATO núna í júní. Já, allavega Það lýsti yfir að þau muni ekki. Þeir sækjum fyrir hennar fund, allavega Finnar. Þeir séu, ég held að kannski muni taka Svía lengri tíma. En þessi löndur á leiðinni inn? Já, ég held að Finnar séu á leiðinni. Breytir það einhverju? Þau hafa náttúrulega verið, við vorum að tala svona fortjöld áðan, að þau hafa eiginlega verið í innsta fortjöldinu? Já, bara að segja það, en samt þetta er breyting, ég meina þeir hafa svo stór landamæri að Rússlandi, Finnar, en náttúrulega Finnar, það nú, við vorum að tala líka hvernig var litið á Rússland hérna á tímabili, þetta var ekkit óvinaríki eða eitthvað svoleiðis, sko, þú veist, og þess svona ýmislegt réttlætt með því, en ég meina hvernig varnir Finna hafa ekkert breyst, sko. Þær bara hafa alltaf verið, sko, bara byggst á landvörnum og halda landi, og það geta verið með mjög stóran her sem þeir geta kallað út á hertum, og öll þeirra hernaðarstrategía hún gengur út að halda öllu Finnlandi. Svo að þú veist, að þeir eru, þú veist, þetta var ekki eins og minni þetta þú veist, að landvarnir skipta engu máli lengur, sko, þegar allir voru að fara í það, og þess vegna var bara, þú veist, það var þetta, Danir fóru bara, þú veist, að senda, þú veist, ást og friðagæsla og alls kyn svona hugmyndir, þetta væri svona tímabili, þeir voru aldrei þar, Finnar, þeir voru já, þeir voru bara alveg og eru bara undirbúnir undir það versta. Þeir eru mjög vel undirbúnir, miklu betur undirbúnir en flest allir undir stríð. Þú veist, svo þetta er náttúrulega alveg stór merkilegt í raun og veru sem það gerast í Finnlandi, hvernig almenningsálitið breyttist þarna á stuttum tíma. Það er líka svona það sem var á 20. öldinni, einhvern tímann orðaði ykkur finnið það þannig að utanríkisstefna Finna væri það að vera jafngóðu vinur allra, en á meðan Svíarnir væru mikill óvinur allra, því að þeir voru skeptískir gagnvart bæði í vestrinu og austrinu, en svona þessi Finnlandisering, hún á ekki upp á pallborðið í dag, það er enginn sem hefur trúað henni. Nákvæmlega, það er akkurat sem er. Hún hefur farið með svona hugmyndum friðarhreyfingar og annað, það er svona ýmislegur kúltúr af kaldastríðinu, ýmis svona hugmyndir okkar sem við verðum það bara guðað upp. Já, og það er náttúrulega líka, já, til dæmis bara þegar að Finnar og Svíar gengi inn í Evrópusambandið, þá er ekki þetta að segja lengur að þeir séu, það var alltaf að tala hlutleysi, þeir voru ekki hlutlaus, þetta gekk ekki út á hlutleysi, þessi stefni heldur bara að vera ekki í bandalagi. Þú veist, það var svona, vera ekki í bandalagi, já, það var þetta sem þetta gekk út á til að geta lýst yfir hlutleysi á stríðstímum, það var alveg hugmyndin á baku þetta. En þegar þið farið inn í Evrópusambandið þá er ekki að segja þetta leikur, þá er ekki. En Austurríki er líklega ekki á leiðinni inn í NATO, þeir eru í Evrópusambandinu. Já, þeir eru í Evrópusambandinu. Írland er ekki á leiðinni inn í NATO, það er engin umræðum þar, þau kvarlar ekki að þeim. En það talsast lengri í burtu, líka eftir. En já, með Austurríki hafði mjög áhuga, það er nú líka út, þetta náttúrulega gerður sérstakur samningur, 55, þegar bæði Rússar og Bandaríkjamenn fóru frá Austurríki, og þetta var bara, þetta var sett í stjórnarskrána og allt þetta er
hlutleysi Austurríkis. Reyndar einmitt fóru þeir inn í Evrópusambandið sem svona vekur spurningar það, þú veist, en það var allir sáttið við það, en auðvitað skipti Austurríki í stóru myndinni ekkert mjög miklu máli, þú veist, en þeir voru mjög svona trúir þessari stefnu, þú veist, þeir voru svona, og eru með alltaf heilmikið, talandi viðskipti, bara traditional heilmikið viðskipti í Austur-Evrópu og það. Svo getur líka verið gott að hafa eitt land sem er með þessa stöðu. Ef að stríðandi aðilar telja að niðurstaðan verði friður, þá verður náttúrulega einhver að vera sem að talar á milli, sem tekur það hlutur kannski. Eitt sem hefur breyst í Evrópu er hvert þjóðþingi fyrir öðru er að samþykkja aukin útgjöld til hermála. Og það er verið að fara með þetta upp í 2%, sem hafi kannski verið 1 upp í 2, það getur verið sko 2,5% aukning af ríkisútgjöldum og þannig að þetta umtalsverðir peningar sem að fara í varnir sem að mundu annars fara í eitthvað annað. Heldur að þetta hafi áhrif? Heldur að þetta muni kannski breyta almenningsálitinu? Heldur að verðbólga sem er fyrirsjáanleg sem afleiðing af þessu stríði, hækkun á hrávöru, versnandi lífskjör, hafa spilað inn í frönsku forsetakosningarnar og munu örugglega gera það á næstu 2 vikum. Það muni vera mikill vilji til að færa umræðuna þangað og ég held að Macron verði að fara þangað og verja sig þar. Þetta getur allt haft mikil áhrif í Evrópu. Já, bara þessi, já. Eftir að sökkva inn svona afleiðingar, eftir að sökkva inn og mögulega breyta viðhorfum. Já, og það náttúrulega, það fer alltaf eftir því hvort að stríði líka dragist á langinn. Ég meina, það muni, þú veist, maður sér ekki mótmæli gegn þessu meðan stríðir í gangi, þú veist, en aftur á móti, akkurat eins og þetta lýsa þessu með þessari verðbólgu og bara þessari truflun á öllu efnahagskerfi heimsins, einhvern veginn, að þetta sem er komað niður á lífskjörum, að þá geti það haft áhrif, já, það geti. En það fer alltaf bara eftir hvernig samskiptin þróast. Ég meina, þú sér nú viðbrögðin í Evrópu, hvað Úkraína hefur fengið mikinn stuðning, almennings, út allt, sko, í raun og veru. Það er bara, svo það er svona, eins og staðinni núna, er fólk svona kannski að hugsa að við erum tilbúin að fórna einhverju, sko, þú veist, þú veist, það er spurningin með orkuna og Þýskaland, gasið, stríðið eða kannski veldur stríðið á því hvort að þjóður er að treysta sér til að verða kalt. Að skrúa fyrir því að það hefur einhvers komið fram að stuðningu Evrópusambandsins við Úkraínu verði 1 milljarður evra en það á sama tíma var 36 milljarðar evra farið í orkukaup. Nákvæmlega. Það er nú líka verið að þeir eru að hugsa aðra leiðir til að vera ekki eins háðir rússnesku gasi og svo að Bandaríkjamenn er að flytja út gas og líka það er ekki frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum og þetta er að leita annar staðar eftir gasi. En auðvitað það er engar hafnir til að taka við þessu fljótandi gas og einhverju svona, svo þeir eru alveg búin að reiða sig á rússneskt gas og þessar gasleiðslur og allt þetta. Og næsta gasleiðsla var á leiðinni sem átti að leysa næstu 15 árin. Hún verður ekki. Út myndinni. Má ég enda með að spyrja hvernig Úkraína verður? Hver verða svona örlög Úkraínu út úr þessu? Þetta getur náttúrulega verið langt stríð, en ef að einhvern tímann við endan er einhver friður, hver verður stað Úkraínu? Já, talandi það, ég menn það búist við að efnahagslífið dragi saman 50% á þessu ári. Svo þetta er náttúrulega... Og mátti ekki við því, sko. Nei, og svo... Og mátti heldur ekki við landflottanum, því að þau hafa þolað það að sko 15-20% af þjóðinni hafði flúið áður. Nákvæmlega. Og efnahagsástandi var mjög slæmt fyrir áður en það byrjaði allt saman, svo það verður náttúrulega mjög erfitt ástandið þar og byggjit upp. Það fer bara eftir því hvernig þetta endar, hvernig stríðið endar, hvort það náist eitthvað samkomulag sem gefið þeim eitthvað svigrum til að byggja sig upp og vera samt og náttúrulega verða gjörsamlega háð vestrænni aðstoð, bara, þú veist, næstu árin, algjörlega þannig. Og en svo það spurninga mitt hvers konar, ef það verður samið þetta, hvernig lausnin verður og hvort það endur sem hlutlaust ríki, hvernig það er skilgrænt. En náttúrulega, þú veist að segja að Zelensky hefur líka sagt að við verðum að fá garantí frá Vesturlöndum og hvernig þeir fara ekki inn í NATO, það er ekki að fara að gerast, sko. Og hvers konar öryggistrygging. Það verður samningu milli Bandaríkjanna og Rússlands í þessu stórvelda heimi sem við lifum í. Já, og þið munið eftir hvernig síðasti samningu fór, 94. Já.
Svo ég Það myndi ekkert öryggi. ekki öryggi, nei, ekki. Það ekkert að reiða sig á það. En það skilyrði fyrir því að Úkraínumenn geti horft til framtíðar að vera öryggir. Öryggir, já. Og þú ert að segja að þeir ekki í boði. Ég veit það ekki, en þeir fá ekki beina öryggistryggingu og líka út af því að þeir eru við hliðina á Rússlandi sem er kjarnorkuvopn, ekki satt? Og þess vegna vilja Bandaríkjamenn, þú veist, greinilega, þeir eru að hugsa eigin líka, hag náttúrulega. Ég veit ekki hvers konar garantí væri hægt að veita, annað en það bara Rússar myndi segja, þú veist, eitthvað skrifa, þú veist, bara skuldbinda þessi til einhver, sko, og að það var hægt að setja eitthvað niður á blaði eins og þetta segja, þú veist, en svo sem öryggi, hvað það á reynir í stríði. Rússland, má ég enda þar líka? Hvað? Já, það akkurat sem maður bara... Hvert þróast Rússland? Já, hver veit það? Þú veist, það náttúrulega augljóst að þessi elita sem hérna við völd, sko, ég meina, hún reiðir sig mjög á Putin og hann mjög háður, þú veist, sko, elitin mjög háð honum, ekki satt? Og svo veit maður ekkert hvað myndi gerast ef hann verið steypt að stóli, hverju tækju við og hvað þá yrði, hvers konar eliti myndi taka við líka, sko. Svo ég, þú veist, þú tala við sagnfræðing, sko, sagnfræðing, ávala erfitt alltaf að tala um framtíðina. Svo en svona auðvitað. En vandinn við Rússland svolítið þannig að þetta miðstýrt land og nú liggja öll völd hjá Putin, eins og var á Sovéttímanum og eins og var á keisaratímanum. Þannig að þetta land sem að þyrfti að gangi gegnum einhverja sko umbreytingu til þess að losna út sem að þannig að mesta líkurnar að Rússland verði með einhverjum hætti svipað það núna eða hvað? Spyr ég sagnfræðing. Maður ekki að sjá að þessi verið að steypa á stóli núna, en náttúrulega þetta mun hafa áhrif. En ef þú skiptir kall, að þá kerfið allt þarna undir sem bara miðstýrt kerfið. Það getur samt hjálpað að skipta einhvern í brúnni. Þú veist, þú þekkir það. Það var möguleiki á Jeltsin-árunum. Það var möguleiki að Rússland myndi þróast til betri vegar. Hafðirðu trúað því? Þú fylgdist mikið með á þeim tíma. Hafðirðu trúað því svona miðjan 10. áratuginn að Rússland væri að koma til? Ekki efnaðislega, en bara lýðræðislega, þú veist að því leyti, svo náttúrulega tóku þessi ólígarkar við, en það var meina tjáningafrelsi og allt svoleiðis þarna, og það náttúrulega hélst miklu lengur. Ég meina þegar maður að fara þarna til Rússlands, alveg fram í síðustu ári, ég meina, þú veist, það var allt, internetið var allt opið, ég meina það var ekkert verið, þú veist, svo, þetta var ekkert eins og á Sovéttímanum, í þeim skilningi. Það hefur allt breyst núna, frá síðustu vikum, og já, það var allt öðruvísið þess að koma til Rússlands heldur en til Kína. Fara þar á interneti, sko, það er bara, og svo, já, það var mikil munur, þú veist, fannst manni. En já. Rússland gæti náðu sér. Rússland gæti náðu sér. Já. Við vonum það. Herðu, það var eiginlega eðlilegt að halda samtalinu áfram og fara núna til Íslands. En ég ætla ekki að gera það. Ég ætla kannski að fá því seinna til að tala öryggis mál á Íslandi. En ég þakka kærlega fyrir komuna hingað að Rauðaborðinu, Valur. Fróðlegt spjall fram og tilbaka söguna, víða heim. Ég hvet þá sem er að hlusta og hafa ánægju þessu þætti að læka þáttinn, læka líka síðu samstöðuna bæði á Facebook og YouTube. Þið sem vilji styrkja samstöðuna getið farið inn á samstöðun.is, það getið gengið í Alþýðufélagið sem er eins og að verða áskrifandi samstöðunni, kostar svona í líkingu við 2 kaffibolla á mánuði. En annars þakka ég kærlega fyrir kvöld, hérna á eftir verður þáttur leigjandinn, sem verður rætt sérstaklega stöðu fátæksfólks á leigumarkaði. En eftir það þá er samstöðun að fara í páskafrí, en við mætum aftur eftir páska fíleld með öfluga dagskrá. Takk fyrir í kvöld.